kjörsvið heitir erlend tungumál og það sem sagt bæði ensku og dönsku, þá þetta í rauninni ekki þannig. Þetta sem sagt, þú velur annarkvort ensku eða dönsku. Enskan mjög lifandi og hagnýtt nám og þess vegna ætti nemendur taka þetta. Það mikið vöntun á kennara sem hafa innsýn og þekkingu á enskukennslu. Við vitum það að í grunnskólum landsins eru mjög margir bekkjarkennara sem eru líka fást við enskukennslu án þess að hafa fengið nægilega mikið þjálfun í því. Það fyrir utan þá þetta bara, enskan allstaðar í kringum okkur og þetta orðin svo stór þáttur í líf okkur allra á Íslandi og víðar og veitir svo, opnar svo mikla möguleikar. Því meira sem man kann í ensku, því sem sagt í rauninni meira aðgang man hefur að þjóðfélaginu og stærri heiminum. Ég valdi ensku kjörsvið af því að ég hálfur englendingur og þegar ég fór að hugsa það að kenna þá datt mér ekki í hug að kenna neitt annað heldur en ensku. Svo finnst mér líka bara svo skemmtilegt hvað jákvætt viðhorf til ensku hjá nemendum í grunnskóla og það alveg spilar svolítið inn í að ég vilji kenna það. Kjörsviðið mitt, enska, þetta rosalega mikið svona aðferðir til að gera námið skemmtilegt og læra að vinna með texta og hvað hægt að gera í kringum það allt saman. Af því þetta svo ekki bara það að setjast niður, lesa text og svara spurningum. Þetta rosalega mikið að læra hvernig maður getur gert þetta þannig að nemendur í alvörinni hafi áhuga og læra eitthvað á því sem þau eru að gera. Það ýmislegt sem nemendur læra hjá okkur í enskunni. Það sem sagt, þau bæta við sig þekkingu í ensku. Sem sagt, auka kunnátti í að lesa og skrifa og tala á ensku. Kennslan fer fram á ensku. En svo þar fyrir utan líka mikið áhersla lagt á hagnýta aðferðir, sem sagt hvernig best hægt að kenna nemendur af mismunandi getustig og aldurstig. Sem sagt við erum með námskeið þar sem áherslan á yngri nemendur og hins vegar líka nemendur á unglingastig. Í ensku það kannski svolítið annað heldur en í dönsku og í mörgum öðrum kjörsviðum. Við fáum mjög fjölbreyttan nemendahóp. Við erum að fá nemendur frá af hugvísindasviði, mikið af skiptinemum líka sem taka námskeiðin á ensku. Þannig að þetta mjög fjölbreyttur námshópur, sem sagt nemendur hérðan og þaðan og það gerir þetta líka mjög skemmtilegt. En svo eru líka fjarnemar og við sem sagt notum upplýsingatækni til að gera þau eins virk og hægt í náminu. Í kennaranáminu þá lærir maður svolítið, þetta svolítið svona uppeldistengt og maður lærir inn á svona hvaða þættir hafa áhrif á það að læra og svo lærir maður svona ýmsar aðferðir og leiðir til að gera námið skemmtilegt fyrir bæði nemendurna og kennarana.